4. dagskrárlið sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins viðræði við ríkið framtíð Sundabrautar. Og þá tökur fyrst til máls borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, það framtíð Sundabrautar sem við viljum setja hér á dagskrá, kannski tillagan aðeins ítarlegri heldur en það bara að sé að ræða framtíð Sundabrautar, heldur hér liggur fyrir tillaga sem ég ætla að lesa með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir óska eftir viðræðum við ríkið framtíð Sundabrautar og eða Sundagangna. Markmið viðræðnanna verði að kostnaðargreina verkefnið, vinna arðsemismat, finna leiðir til fjármögnunar, gera áfangaskiptingu og tímasetja framkvæmdina. Arðsemismat taki tillit til þess að með Sundabraut fæst tenging við Borgarland, Geldinganes og Álfsnes sem verður þróunarsvæði til uppbyggingar með vegtengingu við önnur svæði borgarinnar. Þetta sem sagt tillagan að við göngum aðeins lengra heldur en bara við séum að hafa viðræður hér, umræður það hér í borgarstjórn. Við erum að leggja til að Reykjavíkurborg taki upp viðræður við ríkið þetta mikilvæga mál, þessa mikilvægu samgöngubót sem verið hefur á aðalskipulagstillögum borgarinnar, aðalskipulagsuppdráttum borgarinnar að mig minnir frá 1978. Það sem sagt lengi staðið til og lengi verið skilningur á því að það þurfi slíka vegtengingu og það af ýmsum ástæðum. Það auðvitað vegna þess að það 20.000 manna byggð í Grafarvogi, í öllum hverfum Grafarvogs. Það jafnframt sem að mér finnst skipta mjög miklu máli, vegtenging sem að verður þá við Geldinganes og Álfsnes og við það skapa gríðarleg tækifæri fyrir Reykjavíkurborg til uppbyggingar, auðvitað ekki á næstunni, heldur í framtíðinni. Og við erum auðvitað með þessari tillögu að horfa til framtíðar frekar en að verið sé að horfa til allra næstu mánaða eða jafnvel allra næstu ára. Einfaldlega vegna þess að slík uppbygging og slík framkvæmd tekur langan tíma og á tímabili var talsvert mikið unnið í því að undirbúa Sundagöng og gert umhverfismat og skoðaðar leiðir, en nú hefur það legið niðri nokkura ára skeið. Umferðarspár sem gerðar hafa verið nýtingu Sundabrautar gefa til kynna að hana muni fara 23.000 til 30.000 bílar á sólarhring árið 2030. Til samanburðar fara 5.000 bílar Hvalfjarðargöng á sólarhring, innan við 1.000 bílar fara meðaltali Héðinsfjarðargöng á sólarhring og reiknar með að 1.200 bílar muni fara Vaðlaheiðargöng á sólarhring þegar þau opna. Umferðarspár vegna Sundabrautar voru unnar í tengslum við gerð nýs aðalskipulags sem nær til ársins 2030 og umferðarlíkanið þess vegna miðað við það ár. Ég held að þeir sem að skoða hafa aðalskipulagsuppdráttinn og aðalskipulagsgreinargerðina vel muni sjá að þessar tölur eru þar inni með umferðarlíkani fyrir alla borgina. Nýting Sundabrautar með göngum eða brú yfir Kleppsvík því líkleg til að vera viðunandi og má búast við að arðsemi framkvæmdarinnar verði það einnig. Auðvitað verður það að koma í ljós. Við arðsemismat verður líka að taka til þess ávinnings sem Reykjavíkurborg hefur af því að fá vegtengingu við Borgarland sem stærra en margar grunar. Geldinganes álíka stórt og elsti hluti borgarinnar. Sambærilegt svæði að stærð nær frá Ánanaustum í vestri og að Rauðarárstíg. Það lengdin á nesinu og á breiddina nær Geldinganes frá Sæbraut og að Hringbraut. Þetta þess vegna gríðarlega stórt svæði og miklu stærra svæði heldur en borgarbúar almennt gera sér grein fyrir, hef ég orðið var við. En það þýðir það að þarna eru gríðarlegir möguleikar. Í tillögu að aðalskipulagi Ártúnshöfði merktur sem þróunarsvæði og þar gert ráð fyrir 3.200 íbúðum. Stefnt að því að iðnaðarstarfsemi á höfðanum færist annað. En ekki í nýju aðalskipulagi sýnt fram á önnur sambærileg atvinnusvæði til uppbyggingar, þá samhliða fyrir iðnað. Verði ekki skapar aðstæður fyrir innrekstur munu stjórnendur augljóslega ekki hyggja á nýja staði eða byggja upp á nýjum stöðum í borginni, en Geldinganes og Álfsnes eru svæði sem eru vel til þess fallin að taka við þeirri starfsemi.
Og aftur það ekki svo að ég líti þannig á eða gerir ráð fyrir því að slíkt geti gerst á skömmum tíma, en þróunarsvæði eins og Ártúnshöfði tekur auðvitað langan tíma. Og við sjáum það slík þróunarverkefni hafa gengið eftir, eins og til dæmis auðvitað í Borgartúninu, þar sem var iðnaðarsvæði, þar sem var geymslusvæði fyrir Eimskipafélag Íslands, þar sem Sindri var með sínar höfuðstöðvar og sínar verksmiðjur og skemmur, þar sem Bílanaust var með sína starfsemi í mjög stóru húsnæði, vélsmiðja Jóns Bergssonar, Guðni Helgason var þar með sína starfsemi, rafvirkjameistari, sem var stórtækur í sinni tíð, og þar var jafnframt, eins og með þekkja, miðstöð strætisvagna þar sem þeir voru geymdir og við þá var gert. Þannig að Borgartúnið hefur eiginlega á ekki löngum tíma, en þó nokkrum árum, tekið gríðarlega miklum breytingum og orðið svona meira eins og miðstöð fjármála hér í Reykjavík frá því að vera iðnaðarsvæði, og þannig mun breytast að vísum öðrum hætti Ártúnshöfðin mun breytast úr því að vera iðnaðarstarfsemi. Ráðandi starfsemi verður ekki iðnaðarstarfsemi í framtíðinni, heldur má reikna með að þarna verði íbúðarbyggð. Og það verður þá að gerast með ákveðnum hætti, það verður að gerast með þeim hætti að allir hafi af því hag. Það ekki hægt, og það þekkja auðvitað borgarfulltrúar, að ákveða það í skipulagi að einhver starfsemi skuli vera víkjandi og önnur taka við, nema þá að þeir sem þar eru fyrir hafi af því hag að færa sig þá set. Þannig gerðist það í Borgartúninu og reyndar Skúlagötunni líka, og þannig auðvitað að gerast í Ártúnshöfðanum einnig. Þannig að þeir sem þar eru að reka iðnfyrirtæki sjái sér hag í því að selja sínar fasteignir vegna þess að þar munu rísa aðrar fasteignir sem eru verðmætari og sem munu þá ætlaðar til annars. Þannig að ég leyfi mér að gagnrýna það að í aðalskipulagstillögunni sem nú í vinnslu í umhverfis- og skipulagsráði ekki gert ráð fyrir uppbyggingarsvæðum fyrir iðnfyrirtæki í Reykjavík. Ekki með sambærilegum hætti og í Ártúnshöfðanum. Það eru auðvitað atvinnusvæði víða og blönduð byggð fyrir atvinnustarfsemi og íbúðabyggð, en skýr iðnaðarsvæði í sambærileg því sem er á Ártúnshöfðanum ekki þar að finna, og þess vegna verðum við auðvitað að bregðast við því, og ég bendi hér á í mínu máli að Geldinganes og Álfsnes gætu vel komið til greina í því sambandi. Álfsnes var á síðasta kjörtímabili skoðað sérstaklega, og það var undirbúið umhverfismat með tilliti þess að fyrirtæki sem eru í grófri iðnaðarstarfsemi, og það voru það sérstaklega fyrirtæki eins og til dæmis Björgun, Hringrás, Malbikunarstöðvarnar og Malbikunarstöðin og steypistöðvarnar, sem eru svona, núna má deilum það og hægt að halda því fram að það passi ekki lengur inn í það umhverfi sem þær eru í dag, og maður getur eiginlega sagt komnar í dag vegna þess að umhverfið hefur breyst enda þótt þessi fyrirtæki starfi áfram á sama stað og gert í áratugi. Þannig að þessi vinna var hafin á síðasta kjörtímabili, en hún hefur ekki haldið áfram á þessu kjörtímabili, en Álfsnesi var sérstaklega skoðað og sett af stað í undirbúning að gerð deiliskipulags með tilliti þess að þar aðdjúpt og þar hægt að hafa viðlegur kant fyrir þau fyrirtæki sem á því þurfa að halda. Nú nýlega þá fór svolítil umræða af stað það hvernig framkvæma hvernig koma í slíkri braut, Sundabraut í framkvæmd, og þar skemmst að minna að innanríkisráðherra tók mjög vel í það í viðtali að mig minnir í Fréttablaðinu að leita verði nýrra leiða. Það að segja að farin verði leið einkaframkvæmdar, þar sem verði samstarf milli opinberra aðila við einkaaðila í vegaframkvæmdum. Og í því sama blaði var einnig haft samband við Hrein Haraldsson vegamálastjóra sem tók vel í þetta, og blaðamaður hefur bersýnilega einnig haft samband við Þóreyju Þorvarðardóttur, framkvæmdastjóra Landssamtaka lífeyrissjóða, sem segir það að lífeyrissjóðir myndu hafa áhuga á þátttöku í að fjármagna slíkt með auðvitað þeim skilyrðum sem lífeyrissjóðir setja. Ekki þarf að hafa
ekki þarf að deila það. Og síðan var viðtal við Dag B. Eggertsson, formann borgarráðs og borgarfulltrúa, þar sem að hann jafnframt tekur vel í, ef ég man rétt hvernig það var nú orðað, en tekur vel í það að skoða þessar leiðir, en nefnir jafnframt að hann að áformin uppbyggingu íbúðasvæða og Geldinganes á Álfsnesi verði ekki farið í á næstunni. Það svona svo ég vitni í þetta viðtal sem ég hef hérna útbrenda fyrir fram að mig. En það auðvitað ekki neitt sem að held að nokkrum detti í huga að sé að gerast á næstunni, en þegar verið að vinna aðalskipulagi þá horft fram til ársins 2030 og þegar verið var að vinna aðalskipulagið á síðasta kjörtímabili var jafnframt neðanmálsgrein sem var að aðalskipulag nær til ársins 2030 en með framtíðarsýn fram til ársins 2050. Og ég held að það sé alveg hægt að segja það að jafnvel þó svo að Sundabraut myndi dragast einhver ár og uppbygging í Geldinganesi og Álfsnesi fyrir blandaða byggð. Og ég sé það fyrir mér svona með við það hvernig ég horfi yfir sviðið að það fyrst í stað fyrir atvinnustarfsemi að þá sé mikilvægt að horfa einnig til þessa og huga að skipulagi þessa svæðis, bæði það hvernig lega Sundabrautar gæti orðið og hvort hún yrði þveruð, þessi Kleppsvíkin yrði þveruð með göngum eða með brú og hvernig því yrði háttað vegna þess að þeir kostir eru ennþá uppi. Þó hefur borgarráð ályktað það að stefnt skuli að því að það verði göng undir Kleppsvík sem að verði hluti af Sundabrautinu og verði þá Sundagöng auðvitað. Það eru til ágætar skýrslur þetta allt saman sem búið að fara yfir og skoða þessi kostir og vegtengingar sem að auðvitað eru nokkuð flóknar, enda þetta mikill umferðarþungi, en ég held að borgarfulltrúar verði einnig að horfa til þess að þegar við horfum til framtíðar að þá nauðsynlegt að fleiri kostir, samgöngukostir, verði hér í Reykjavík samgöngukostir fyrir Grafarvogsbúa og fyrir aðra. Sundabraut mun stytta leiðina norður í land einhverja 10 kilometra. Það ágætt mál, en ég horfi ekki bara til þess. Ég horfi frekar til þeirra þátta sem ég var að nefna hér, það að segja þessara tenginga við svæði inn á höfuðborgarsvæðinu og þá sérstaklega í Reykjavík og hvernig við getum þá tengt líka upp í Kjalarnes sem einnig þetta framtíðarland fyrir Reykjavík og borg. Já, ég sem sagt legg fram þessa tillögu og vona að umræður geti orðið góðar hana. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu og þá Dagur B. Eggertsson, borgarfulltrúi næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það athyglisvert að umræðan Sundabraut sé aftur að opnast. Það hefur auðvitað farið fram mjög mikil vinna við bæði staðarval og útfærslur í samráði við íbúa. Eins og ýmsir í borgarstjórn þekki þó að það sé nokkuð liðið síðan að borgarráð samþykkti að beina því til samgönguráðherra þáverandi að ráðist ætti strax í Sundabraut og það í göngum og mig minnir að þetta hafi verið í byrjun árs 2008 og svo kom hrun. Þá hrundi ýmislegt og hvarf ýmislegt, þar á meðal peningarnir sem að fengust fyrir sölun á símanum og höfðu legið inn í Seðlabankanum. Þeir hurfu og voru hluti af gjaldþroti Seðlabankans að segja má, ef ég skil þetta rétt. Þannig að lítið hefur satt að segja verið rætt Sundabraut síðan. En nú svo umræða að byrja og má segja að innanríkisráðherra hafi opnað það með því að tengja það við umræðu einkaframkvæmd og það ekki óeðlilegt að mínu mati. Það hefur alltaf verið haldið opnum þeim möguleika þegar Sundabraut annars vegar að fyrir hana verið greitt að einhverju leyti með veggjöldum og hugsanlega að hlutið heild í einkaframkvæmd og ég held að við eigum að vera opin fyrir þeirri umræðu hjá borginni. Ég hins vegar ekki viss við eigum að takmarka hana við Sundabraut. Ég held að það geti verið áhugavert að ræða Öskjuhlíðargöng sem hugsanlega einkaframkvæmd með veggjöldum líka og það getur verið að einhverjar fleiri framkvæmdir gæti eða ætti að koma þetta til skoðunar. Það sem að
mér sýnist á öllu og þó ég ekki búinn að fara yfir uppfæra kostnaðaráætlanir fyrir Sundabraut eða Sundagöng og það skiptir þá ekki máli hvaða leiðir eru valdar að þetta eru alltaf milljarðatugir sem að ræða og miðað við umferðarspárnar að þá þetta býsna mikið á hvern bíl miðað við núverandi fjármögnunarkostnað eða þá vexti sem að lífeyrissjóðirnir vildu fá í viðræðum tvöföldun á Suðurlandsvegi og Vesturlandsvegi. En allt þetta mætti að sjálfsögðu skoða og ég held að það verði ekki svarað gefin inn endanleg svör raunhæfni eða tímasetningar eða útfærslu eða annað fyrir eitthvað skýrara fæst frá innanríkisráðuneytinu. Ég held að borgin þurfa að undirbúa sig nokkuð vel fyrir þessa viðræður og legg því til að við vísum tillögunni inn í borgarráð, ræðum þar hvort að megi taka aðrar framkvæmdir inn í þetta og ég vil líka að komi fram að innanríkisráðherra hefur nefnt það hvort að borgin væri tilbúin að koma að svona vinnu ef eftir því óskað og því hefur verið vel tekið af okkar hálfu. Þannig að ég legg til að þessu verið vísað til borgarráðs, förum þar vel yfir þetta og hver veit nema að komi erindi frá innanríkisráðuneytinu viðræður þessa hluti. Þá borgarfulltrúi Davíð B. Eggertsson lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Páll Hjaltason næstur á mælendaskrá. Ágæti forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, Sundabrautin, hún náttúrulega verið töluvert fyrir rædd í okkar vinnu í aðalskipulagi. Ég kom nú alltaf pínlítið eitthvað handicap innan það umræða því að það var búið að ræða nú svo gríðarlega mikið á síðasta kjörtímabili að það eiginlega vildi enginn taka málið upp aftur þegar ég langaði að forðast þessu frekar það. En það væri fínt að eyða þessari óvissu. Það voru nú lengi 3 staðir einhvern veginn fráteknir sem staðsetning sem mjög vont. Og svo veit ég að það var samþykkt eins og borgarfulltrúi Davíð B. Eggertsson fór yfir samþykkt gangaleið, leið 3 sem greinilega mjög dýr leið og virðist ekki vera alveg svona raunsæ á þessu stigi málsins í þeirri stöðu sem þetta samfélag í núna. En það hékk margt á spýtunni, það vantar klárlega innan Reykjavíkur ef við ætlum að koma þeim fyrirtækjum fyrir sem þurfa mikið pláss en einnig hafnaraðstöðu. Það vantar svæði eins og borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson minntist á og benti á í stað þeirra svæða sem fara undir íbúðabyggð í Ártúnsholtinu. En það hins vegar, þetta dálítið snúið mál og ég tæki heils hugar undir það að það væri farið í viðræður við ríkisvaldið útfærslu og reyna að festa þetta bæði staðsetningu og útfærslu og kostnað niður í nútímann. Þannig að ég held að það væri besta mál og ég tek einnig undir það sem borgarfulltrúi Davíð B. Eggertsson benti á að þetta kannski ekki eina framkvæmdir sem við ættum að ræða við ríkið því að það ekki minni þörf að því að horfa til suðurs, það ekki minni þörf að horfa til Keflavíkur heldur en að horfa til norðurs og ég held að það væri mjög áhugavert að skoða það líka ef ríkið á annað borð til í að opna þessu umræður að skoða Öskjuhlíðargöng. Takk. Þá borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið máli sínu. Það ekki fleiri á jú, þá mun borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Já, takk til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil þakka þeim borgarfulltrúi Davíð B. Eggertsssyni og Páli Hjaltasyni fyrir að koma hér upp og taka undir það að það sé tímabært að fara að ræða þessa hluti og fara að setja þetta af stað. Borgarfulltrúinn Páll Hjaltason sagði að það tæki heils hugar undir þetta og við höfum væntum það að heyra það að það sé tekið svona vel í þessa tillögu og auðvitað ágætt að vísa henni inn í borgarráð og fara þar betur yfir hann og vinna með hana frekar. Ég tek undir það jafnframt að með þessu ekki verið að segja að ekki sé hægt að horfa til annar átta og það auðvitað prýðilegt að horfa líka til
Öskjuhlíðar og þeirra tengingar sem að þar þarf að vera og þarf að koma í framtíðinni. Og ég held að það sé ágætis þrýstingur á ríkisvaldið, hver sem að situr þar á stólum, að Reykjavíkurborg sé að vinna að þessum málum og gerir ráð fyrir því að þetta komi í framkvæmd en ekki bara að það sé einhver strikin á uppdráttum aðalskipulags áætlana hérna hjá okkur sem að verður að horfa á og ríkisvaldi finnur að það engin sérstök pressa á því að fara af stað með slíka framkvæmdir. Þannig að ég held að það sé af hinu góða, hvort heldur það Öskjuhlíðargöngin eða Sundabraut sem gæti orðið Sundagöng, ég bara veit það ekki það er óþarft að taka afstöðu til þess hér akkurat núna. Eins og bent á með tilliti til dæmis efnahagsástandsins, það getur verið að við verðum að horfa svolítið öðruvísi á þetta heldur en við gerðum áður. Þannig að það er ágætt að við séum í viðræðum við ríkisvaldið og þá vonandi hreyfast málin eitthvað örlítið. Ég ætla að lesa bókun með leyfi forseta sem að er eiginlega bara það sem ég sagði áðan. En ástæðan fyrir því ég nefni hana, skal bara segja það hreint út, er svo að ekki vannst tíminn til að vinna greinargerð með tillögunni. Þannig að þessi bókun hún kemur svona hér inn sem hálfpartinn síðbúin greinargerð og hún er svona. Umferðarspá sem gerðar hafa verið nýtingu Sundabraut og gefið til kynna að muni fara 23.000 til 30.000 bílar á sólarhring árið 2030 til samanburðar að fara 5.000 bílar Hvalfjarðargöng á sólarhring, innan við 1.000 bílar fara meðaltali Héðinsfjarðargöng á sólarhring og reikna með 1.200 bílar muni fara Vaðlaheiðargöng á sólarhring þegar þau opna. Umferðarspárvegna Sundabrautar voru unnar í tengslu við gerð nýs aðalskipulags sem nær til ársins 2030 og umferðarlíkanið þess vegna miðað við það ár. Nýting Sundabrautar með göngum eða brú yfir Kleppsvík er því líklega til að vera viðunandi og má búast við að arðsemi framkvæmdarinnar verði það einnig. Við arðsemismat verður að líta til þess ávinnings Reykjavíkurborg hefur af því að fá vegtengingu við borgarlands sem er stærra en marga grunar. Geldinganes er álíka stórt og elsti hluti borgarinnar, sambærilegt svæði að stærð nær frá Ánanaustum til Rauðarárstígs og frá Sæbraut að Hringbraut. Með tilkomu Sundabrautar verður nesið í góðum tengslu við vegakerfi höfuðborgarsvæðisins. Skipulag og nýting Geldinganes, Álfsness og Kjalarness í framtíðinni býður upp á mikla möguleika en forsenda þess er að Sundabraut verði sett í framkvæmd. Í tillögu að aðalskipulagi er Ártúnshöfði merktur sem þróunarsvæði og gert ráð fyrir 3.200 íbúðum þar. Stefnt er að því iðnaðarstarfsemi á höfðunum færist annað. Ekki er í nýju aðalskipulagi sýnt fram á önnur sambærileg atvinnusvæði til uppbygginga fyrir iðnað. Verði ekki skapaðar aðstæður fyrir iðnrekstur munu stjórnendur augljóslega ekki byggja upp á nýjum stað í borginni. Geldinganes og Álfsness eru svæði sem er vel til þess fallin að taka við þeirri starfsemi. Þetta er bara bókun sem kemur hér hjá okkur við þessa tillögu virðulegur forseti og sem að hérna er það bókun okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og eins og tillagan sjálf. Varðandi kostnað og arðsemi þá svona kannski aðeins leyfi mér að geta þess hér að reiknaði með því að Vaðlaheiðargöng komi til með að kosta 12 til 13 milljarða og eins og ég nefndi áðan þá er ekki reiknað með því að þar fari mikið yfir 1000 bílar á sólarhring. Nú Héðinsfjarðargöng, það kom fram í fréttum, ég held að síðasta talan sem við heyrðum var 14 til 15 milljarðar og þar fara innan við 1000 bílar á sólarhring. Og þetta er ekki að því að sé að nefna þetta til eftirbreytni, heldur ef við svona kannski að nefna þetta að síðan koma 23.000 til 30.000 bílar og fara yfir Sundabraut sem er auðvitað margfalt dýrari. Þær tölur sem að setta voru fram vegna þessarar skoðunar af, ég man ekki hvort það Vegagerðin eða verkfræðistofur á vegum Vegagerðinnar, voru 22 til 23 milljarðar á Sundabraut en það var án vegtenginga við vegakerfi Reykjavíkur borgarinnar. Þannig að svo tala sem að þar kemur fram er ekki kannski tala sem að maður getur byggt mikið á og líklegt að kostnaður verði talsvert mikið meiri en þá vil ég nefna það jafnframt að það er ekki óeðlilegt að þegar svo stór og mikil framkvæmd fer af stað að þá verði áfangaskipting og það má hugsa sér áfangaskiptingu með ýmsum hætti, hvort heldur að byrja nyrst eða syðst eða sem sagt byrja á Kleppsvíkinni eða kannski enda á Kleppsvíkinni. Í því tilfelli verður að taka tillit til margra þátta og þá kannski sérstaklega til íbúa Grafarvogs því að auðvitað getum við ekki farið af stað með Sundabraut og framkvæmd hennar og byrja kannski á milli Álfsness og Geldinganes og byggja þar upp iðnaðarsvæði eða önnur svæði án þess að gera ráð fyrir því að það kalli á vegaframkvæmdir í Grafarvoginum og til dæmis strandveginum og öðrum vegum sem að þarna eru ef ekki verður vegtenging yfir Kleppsvíkina í fyrsta áfanga. Allt er þetta hluti sem aðrir geta skoðað betur en ég og hafa meiri menntun til þess að skoða heldur en ég, þannig að það er ágætt að þessi könnun og þessi skoðun fari af stað.
Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu og einnig lokið við það að lesa upp bókun Sjálfstæðisflokksins undir þessum dagskrárlið. Og við berum það upp að tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins viðræði ríki framtíð Sundabrautar verði vísað til borgarráðs. Vinsamlegast biðja borgarfulltrúum að ganga inn í borgarstjórnarsal. Gott að vera hér þegar við erum að vinna inn í þessum sal. Þá tillagan borin upp að vísa henni inn til borgarráðs. Þeir sem að samþykkja það vilja gefa merki. Það telst því samþykkt samhljóma. Við göngum að fimmta dagskrárliðar sem kosningi velferðarráð. Þá lagt til að Diljá Ámundadóttir taki sæti Karls Sigurðssonar í velferðarráði. Þeir sem að samþykkja það vilja gefa merki. Að Diljá Ámundadóttir taki sæti Karls Sigurðssonar í velferðarráði. Þeir sem að samþykkja það vilja gefa merki. Það telst því samþykkt. Við göngum í sjötta máladagskrá sem kosning í